Það fer að líða að lokum hérna hjá okkur í föstudagsþættinum en við ætlum hins vegar að enda í tónlist og á menningarlegum nótum. Í þann 17. febrúar síðastliðinn frumsýndi Fjölbraut Norðurlands vestra söngleikinn Footloose og hingað til mín eru komin þau Birgitta og Eysteinn frá FNVAF. Verið hjartanlega velkomin og til hamingju með frumsýninguna. Takk hérlega. Já, takk fyrir. Hvað var til þess að þið völduð þennan söngleik, Footloose, sem flesti þekkja kannski sem samnefnda kvikmynd frá 1984, það ekki? Jú. Við nemendafélagið við vorum mjög lengi að velja okkur. Við vorum með 2 söngleiki og annarkvort var það Litla hryllingsbúðin eða Footloose og það komast flestir fyrir í Footloose og svona meiri skemmti og svona. Já, já. Og dans og söngur og við erum með mjög hæfileikaríkt fólk í FNVAF þannig að þetta var svona besta niðurstaðan fyrir alla. Já. Einmitt. Má segja það. Og núna, þeir eru búin að sýna fyrir fullu húsi síðan 17. febrúar þegar frumsýndu. Og hérna, þau voru að segja mér það er skemmtileg staðreynd að er það ekki sami frumsýningardagur og myndi á frumsýnd á sínum tíma? Jú, mikið rétt. Já, var það fyrirfram planað eða bara? Nei, reyndar ekki. Við bara fréttum þetta á frumsýningardaginn. Já, einmitt. Þá var okkur sent þetta. Skemmtileg tilviljun. Já, og bara skrifað í skýin greinilega. Þetta ætti að gerast svona. Eitthvað með þessa dagsetningu og Footloose. Og nú eru þið búin að sýna fyrir fullu húsi og þetta verða eitthvað 15 sýningar í heildina, er það ekki? Jú. Mikið rétt. Og bara rífandi stemming náttúrulega. Já. Það ekki viðtökurnar verið góðar? Mjög. Jú, bara það er allir í skýjunum yfir þessu, má segja. Já. Og leikararnir og búin að fá bara rosalega gott hrós og alls konar, sko. Geggjað. Og þú ert að leika í þessu, Eysteinn, er það ekki? Jú. Já. Hvernig er tilfinningin að varstu aðdáandi myndarinnar áður en þú tókst þetta hlutverk? Það má nú eiginlega segja það. Hver hefur ekki séð Footloose? Já. Þú veist, það er bara gríðarlega skemmtilegt stykki, sko. Já. Og eitthvað sem allir geta tengt við, er það ekki á einhverju leveli? Já, einmitt. Þetta er bara þannig saga. Já. Og skemmtanagildi eins og þú segir í hávegum haft. Og það var Kolbrún Lilja sem að leikstýrði. Já. Og hvernig er með tónlistina í sýningunni? Hún er á playbacki, er það ekki? Jú. Og sáu þið sjálfum að útbúa það? Nei, það var hann Haukur Sindri Karlsson sem að gerði playbacki fyrir okkur. Útbjóða það fyrir? Já. Einmitt. Það er náttúrulega að svo mörgu að hyggja. Það er ekki bara fólki sem stendur á sviðinu. Það er svo ótrúlega margir sem koma að því að láta svona stóra sýningu verða að veruleika. Já. Og stór pakki, sko. Af fólki, sko, sem saman stendur að þessu, sko. Heldur betur, metnaðarfullt og fyrst og fremst skemmtilegt auðvitað. Og það eru einhverjir lausir miðar fyrir þá sem eru að horfa núna og hugsa bara ég verð að sjá Footloose. Hvernig ber fólk sig að því að útvega sér miða? Þau geta hringt á milli 3 og 5 í síma 455 8070 í nemendafélagið hjá okkur. Í nemendafélagið. Og það er einhverjir örfáir miðar lausir á síðustu 3 sýningar? Já. Það ekki? Já. Mikið rétt. Það er fullt hjá okkur núna á eftir og svo er að verða fullt á miðnandi sýninguna hjá okkur á eftir og svo er laust á laugardaginn á 2 sýningar. Einmitt, þannig að það er bara fyrstir koma, fyrstir fá að gera að drífa sig. Við hvetjum alla eindregið til þess að skella sér á krókinn á Footloose. Þakka ykkur kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá gangi ykkur vel og við ætlum að fá atriði hérna í blá lokinu þættinum úr sýningunni, tónlistaratriði. Föstudagsþátturinn verður þá ekki mikið lengri að þessu sinni en það er leikfélag FNVAF sem slær botninn í þáttinn með tónlistaratriði úr Footloose. Við verðum hérna á sama tíma í næstu viku. Takk fyrir að horfa. Sjáumst þá. Mér fannst sem gæfan hefði hættið mig. Hún gekk mér ætíð hjá og gerði vart við sig. Ég hélt í einsemd myndi huna mér. Ég virtist ekki sjá, ég vissi ekki þá. Þú hafðir alla ævi beðið mín og eins og
paradís, þar sem að himinn sofnast til, eins og paradís. Hvers annars óskuði ég sé í augum þínum en ég dagur paradís. Að sannri ást hefði leitað alla tíð og vonlítil ég var, ég vissi ekki hvar. Ég var veitt mína von hefum langa hríð. Ég veit með vissu nú, það mín von og trú, að framtíðina eigum ég og þú. Ó, eins og paradís, þar sem að himinn sofnast til, eins og paradís. Hvers annars óskuði ég sé í augum þínum en ég dagurís paradís. Í örmum þínum gæti dvalið dag og nótt, sem í draumi undir hljótt, eins og paradís, þar sem að himinn sofnast til, eins og paradís. Hvers annars óskuði ég sé í augum þínum en ég dagurís paradís. Paradís. Paradís.